Sigurður, frábært tímabil að baki og mönnum leiðist það nú ekkert að taka alslemmuna, fullt hús. Nei, það er ógeðslega skemmtilegt maður og ég er hrikalega ánægður með þennan vetur í stelpunum, frábært. Gaman að vera með svona hópa keppnismönnum og það klára út í dag, vel gert til þeim, ánægður með þetta. Þar voruð mikið úthald í þessi tímabil í kvennaboltanum. Við erum að tala 28 leiki pluss bikar. Já, ég held að þessi fyrst skipti sem að kvennadeildin endar seinna en karladeildin og það bara komið mænastuð í þannig að þær eru búin að spila alveg ótrúlega mikið að leikjum og bara mjög skemmtilegt. Fysikalleikur í kvöld í síðara hálfleik, líður Keflavík betur í svoleiðis? Okkur líður bara ágætlega í öllu leikjum en ef það er málið þá tökum við þátt í því en ég held að enginn hafi farið yfir strikið, þetta bara berjast Íslandsmeistaratitil og eðlilega leggja menn á sig og gera það sem þarf til að vinna. Bæði liðið reyndu það og við unnum þannig að það er skemmtilegt. Svona í örfáum orðum súmmerað upp tímabilið, svona grunnurinn og lykillinn að þessari velgengni í Keflavík, hver er hún? Þetta er náttúrulega frábær hópur, nokkrir reynsluboltar og svo er rúmlega helmingur í stúlkna og unglingaflokk. Og það er æfa mikið, eru gríðarlegir keppnismenn og bara ætla sér að vinna og það er mjög gaman að vinna með. Sigurður, komin í sumarfrí núna, hvernig lítur framhaldið út hjá þér svona áður en við sleppum inn í sumarið? Ekkert spáð í framhaldið, bara ekki neitt og ætla bara að vera í rólegheitum núna og bara hafa gaman að þessu. Til hamingju. Takk.